Skemmtifélagið, hvað kom til að ákveða að stofna það? Ætli það hafi ekki bara verið þörf fólks til að gera eitthvað saman og reyna að hafa það skemmtilegt í leiðinni. Ég hugsa það. Og fyrir hvað stendur félagið? Það stendur náttúrulega bara fyrir að setja upp skemmtanir en ég hugsa að svona aðalinntakið sé sko að þetta er opið fyrir alla. Það er engin krafa gerð á fólk með inntökuskilyrði nema bara að vilji vera með og hafa áhuga. Og þetta er aðalega snýst þá um leik og söng og svo hljóðfæraleik. En í rauninni, ef fólk gefur með einhverja skemmtilega hugmynd þá er það ekkert bannað. Þannig að þetta er svona kannski grunninntækið. Það er svona, og við viljum helst fá fólk sem að hefur aldrei gert neitt svona. Þannig að alveg hrinda því út úr þægindarímanum. Fá það til að gera eitthvað nýtt. Og hvað eru margir í félaginu? Ég er nú ekki með töluna, það eru rosalega margir í félaginu. Eins og oft í félögum, en svo er kannski spurning hvað eru margir sem eru virkir. En þetta er örugglega alltaf 20-30 mann sem að taka þátt í hverju sýningu svona af krafti. Og svo náttúrulega fleiri sem að koma þá að hjálpa til svona lokametrunum, myndi ég giska á. Og hvað eru þið með margar sýningar á ári? Við erum með 2. Við höfum eina jólasýningu, svona í lok nóvember, byrjun desember. Og svo eru önnur sem við köllum hana páskasýningu, en hún hefur nú átt til að lenda alveg fram í maí, eins og núna í ár. En það er svona páskasýning og jólasýning. Já, en svo hvaða sýningar hafið þið verið að setja upp? Þetta er nú svona allavega. Við höfum sko verið að skipta þessu svolítið oft, þannig að það hefur kannski verið leikrit fyrir hlutinn. Og það hefur til dæmis 3 verið frumsamið allavega meðan ég hef verið með. Það hefur verið frumsamið leikrit. Og síðan hefur seinni hlutin verið þá tónleikar, meira sem sagt þá. Og við höfum blandað tónlistinni inn í leikritið, en við höfum til dæmis verið með þema eins og ABBA. En svo höfum við líka bara verið með bland í póka, ekkert endilega þema. Og er þetta vel sótt? Já, ég myndi segja það með að við mætum á viðburði hér, þá er þetta yfirleitt 200+ sem er að mæta og það er nú bara fyllir félagsheimilið okkar. En svo líka við höfum náttúrulega, þetta er í rauninni góðgerðar eða svona styrktar því allir ágóðu sýningar fer annarkvort í eitthvað góðgerðarmál eða þá að núna undanfarið höfum við verið að kaupa nýtt hljóðkerfi inn í félagsheimilið. Þannig að ágóðin fer allir í, þetta er náttúrulega í rauninni sjálfboðaliða starfsemi sem var í gamla daga sko. Það eru engin aldurstakmörk í félagið og eru börn félaga nánast alltaf með í sýningum. Þáttakendur eru þá allt frá 6 til 7 ára og vel yfir 60. Í hópnum þeir með fullskipaða hljómsveit sem sér lifandi tónlistaflutning og er fólk duglegt að grípa hljóðfæri ef það vantar í hópinn. Og eru þið með mikið efnilegu fólki? Já, mér finnst það allavega. Og það er gaman, það er langmest gaman að sjá einmitt nýtt fólk sem maður hefur ekki hugmynd að getur leikið eða sungið eða. Það er kannski minna að fólk komi bara á göttinu og byrja að spila hljóðfæri. Eðlilega, það kannski ekki, en það er að koma fólk og leika og syngja sem að maður hefur ekki hugmynd að það gæti það og gera það með glans. Eitt af markmiðunum sem við erum að vona að gera svona í framtíðinni er að fólk innan skemmtifélagsins fari að taka upp á því að gera eitthvað sjálft, kannski minni atburði og nýti þá kannski okkur reynsluboltana í félaginu til þess að hjálpa sér við það. En tíminn sem fer í uppsetningu á svona sýningu, geturðu áætlað einhvern tíma? Það er náttúrulega svolítið misjafnt því að við leyfum fólki að taka þátt svolítið á sínum forsendum. Þannig að þeir sem hafa kannski lítinn tíma, er í vaktavinnu eða eitthvað svoleiðis, þeir fá svolítið þá bara minni hlutverk, eitthvað sem krefst þá ekki eins mikilla viðveru. Þannig að það getur verið allt frá því að vera bara nokkrar æfingar. En þeir sem eru í burðarhlutverkum og svo í skipulagningunum á bakvið, haldutunum hljómsveit, söng og þetta í stærstu sýningunum eins og fyrir jólin, þá er þetta oft að byrja í september, október. Þannig að þetta getur spannað alveg 2-3 mánuði sem við erum að vinna með sýninguna. En auðvitað náttúrulega er það miklu minna fyrstu mánuðina. En svo kannski síðustu 4 vikurnar, þá er maður náttúrulega daglega að gera eitthvað til undirbúa þetta. Þannig að það fer mikil tími í þetta.